Ok, við ætlum að skoða núna annars stigs venjulegar línulegar diffurjöfnur. Ok, þannig að annars stigs vísar þetta í að hæsta stig af afleiðinu er önnur afleiðan. Þá er hún sé venjulegar ef við erum með venjulega afleiðina ekki hlutafleiðina og línuleg er að hún er með þetta hérna, akkurat þetta hérna form. Við getum skrifað henni á þessu hérna formi. Nú, F, Q og P eru einhver samfelld föll, skilgreind á bilinu I sem er eitthvað hlutmengi af R. Ok, við byrjum á að skoða setningu sem segir okkur að lausnin sé til og sé alltaf til ein lausn á hverju uppáskildisverkefni. Þannig að við segjum hérna setning 2.1. Látum F, Q og P vera samfelld föll, skilgreind á opnubili I. Látum x0 vera einhverja tölur sem er á þessu bili I og látum A og B vera rauntölur fasta. Þá hefur uppáskildisverkefnið y tvídiffrað pluss P af x-num y diffrað pluss Q af x-num y jafnt og f af x með uppafskilyrðin y af x0 er jafnt og a og y merkt í x0 er jafnt og b. Þá hefur þetta uppáskildisverkefni nákvæmlega eina lausn sem er skilgreind á öllu bilinu I. Ok, þannig að á þessu bili þar sem föllin eru samfelld og lausnin er til, þá er til nákvæmlega ein lausn. Ok, það er sem sagt alltaf til lausn og það er til nákvæmlega ein lausn. Nú, þá er komið að því hvernig finnum við eiginlega þessa lausn og strategían er eftirfarandi. Til þess að finna lausnina, þá leysum við fyrst óhliðruðu jöfnuna sem við köllum. Það er þessi hérna, þar sem að ég læt hægri hliðina vera 0 og svo leysum við hliðruðu jöfnuna. Ok, munurinn í hvernig við leysum þetta tvennt er að hér, þegar við erum að leysa hliðruðu jöfnuna og hliðruðu jöfnuna, þá ætlum við að finna allar lausnir á þessu og svo leysum við hliðruðu jöfnuna og við ætlum að finna bara einhverja eina lausn. Ok, þetta saman mun gefa okkur allar mögulega lausnir á hliðruðu jöfnunni. Ok, það er aðeins einfaldari að finna allar lausnir á þessu þar við höfum einhver verkfæri til að gera það. Þannig að við notum okkur þau verkfæri, finnum svo eina lausn á þessari hérna jöfnu og samanlagt gefa þær allar lausnir. Nú, ástæðan fyrir að þetta gefur okkur allar lausnir eru tvær mikilvægar staðreyndir. Skulum skrifa þær niður. Fyrsta staðreyndin er þessi, ef við erum með tvær lausnir, ég ætla að kalla þessar lausnir y1, y2, ef þetta eru tvær lausnir á óhliðruðu jöfnunni, nú þá er línuleg samantekt af þessum lausnum líka lausn á sömu diffurjöfnu. Ok, við sýnum þetta eftir augnablik. Hin staðreyndin er svo, númer 2, að ef við erum núna tvær lausnir sem ég ætla aftur að kalla y1, y2, en þetta eru núna lausnir á hliðruðu jöfnunni, það sem f af x er hægra megin, þá er mismunun af þessum tveimur lausnum lausn á óhliðruðu jöfnunni. Ok, ég ætla að sýna þetta tvennt og sönnunin er mjög einföld. Þegar við ætlum að sýna eitthvað sé lausn, við ætlum að segja, ok, gefum okkur y1 og y2 sé lausn á þessari jöfnu. Við ætlum að sýna þetta hér sé þá lausn á sömu diffurjöfnu. Þá þarf ég sem sagt bara að setja þetta fall hérna inn í diffurjöfnuna, diffrað, tvídiffrað, ódiffrað og aðtökust útkomi 0. Þá veit ég hvort þetta er lausn eða ekki. Þannig að svona pröfa ég báðar staðreyndir bara með innsetningu. Við skulum gera þetta. Ok, y tvídiffrað pluss p diffrað pluss q þar sem er þetta hérna fall. Og ég set fallið inn C1 pluss C2 tvídiffrað pluss p sinnum C1 pluss C2 og það diffrað pluss q sinnum ódiffrað C1 pluss C2 Ok, við ætlum að sjá hvort út úr þessu komið 0. Þegar ég diffra hérna svona 2 liði, sumir á 2 liðum, þá má ég diffra lið fyrir lið. Bara út af hvernig diffrun virkar og ég má taka fast át fyrir sviga. Þannig ég get umskrifað þetta hérna. Fyrsta liðin svona, C1 tvídiffrað pluss C2 tvídiffrað og svo ger ég sama með næsta lið og margfalda svo liði fyrir lið með P. Þannig fæ C1 P diffrað pluss C2 P diffrað og svo segi ég
1q y1 ódiffrað pluss y2q y2. Sjá þannig að ég bara losa mig við svigana þarna. Ok, nú umraða ég pínustökurum. Ég ætla að taka saman alla y1 liðina. Það er þessi og þessi. Og sjáum að C1 er þannig sameiginlegu liðin, ég ætla að taka hann út fyrir sviga. Þannig að ég með þennan hérna lið. Svo tek ég y2 liðina. C2 er það sameiginlegur liður, þannig að ég tek hann út fyrir sviga. Og fæ þetta hér. Nú, munið að forsendun okkar var að y1 væri lausn á þessari hérna jöfnu. Hérna stendur y1 tvídiffrað pluss p sem y1 diffrað pluss q sem y1 og við vitum að þetta er þá jöfn á 0 vegna þess að y1 er lausn. Ef að kalla þessa jöfnu hérna stjarna. Ok, hér stendur y2 tvídiffrað pluss p y2 diffrað pluss q y2 og við vitum að y2 er lausn, það er forsendan okkar, þannig að þetta hér er 0. Ok, þannig að ég er með C1 sem 0 pluss C2 sem 0, ég er með jöfn á 0 hérna. Ég setti þetta hérna fall inn í jöfnuna og ég fekk út 0, diffurjöfnan er sem sagt uppfyllt, þannig að þetta er það sem við áttum að sýna. Svo jöfn á C1 sem y1 pluss C2 sem y2 er lausn. Ok, snúum okkur þá að atriði númer 2. Atriði númer 2 var að ef y1 og y2 væri tvær lausnir á hliðruðu jöfnunni, að það væri mismunandi lausn á óhliðruðu jöfnunni. Við sýnum þetta nákvæmlega samhátt með því að setja inn í diffurjöfnuna, sem y tvídiffrað pluss p y diffrað pluss q y og nú er það þetta sem ég ætla að setja inn. Þá lítur diffurjöfnan svona út. Svo diffra ég lið fyrir lið og umræðan stökur. Hérna búin að losa okkur við svigana. Og hér búin að umræða stökunum. Þessi og þessi hérna fyrst og svo allir liðinir í mínus hérna. Og hvað getum við notað okkur núna? Við vitum að y1 er lausn á þessari jöfnu. Þannig að þetta hér samtals gefur mér f af x, ef þetta er lausn. Og y2 er líka lausn á sömu jöfnu, þannig að hérna gefur mér akkurat f af x. Þannig að hvað er ég með? Ég er með f af x mínus f af x sem er eftir 0. Sem sagt er þetta hérna fall. Þegar ég set það inn í vinstri hliðina, þá fæ ég 0. Þetta er sem sagt lausn á þessari hérna jöfnu. Þannig að það er þetta sem ég átti að sýna. Þannig að ef ég tek sem sagt mismunun á tveimur lausnum á hliðrujöfnu, þá er bara komin lausn á óhliðrujöfnunni. Ég var sérst ekki að bæta neinu við, vegna þess að ég er með allar lausninar, það var fyrir skref nummer 1 að finna allar lausnir hérna á hliðrujöfnunni. Nú, þetta er strategían fyrir hvernig við finnum lausnina. Við erum ennþá eftir að ræða hvernig við getum fundið lausnina í þessum tveimur tilfellum. Í þessu hérna skrefi er algjörlega lykilatriði að maður þarf að finna bara einhverja eina lausn á þessu hérna. Við skulum aðeins færa okkur, ekki alveg þessu skrefi. Skulum sjá, strategían var hérna, í þessu hérna skrefi, þegar við ætlum að finna bara einhverja eina lausn á þessu. Það getur verið þægilegt vegna þess að þá getum við til dæmis, giskað á hvernig lausnin gæti verið. Við þurfum ekki að vera einbeitt okkur á að finna allar, við þurfum bara að finna einhverja eina. Þegar við þurfum að leysa þessa hér og við ætlum að finna allar mögulega lausnir, þá erum við núna svo pínuheppin að P og Q eru yfirleitt alltaf bara fastar í því sem við ætlum að skoða þar að segja. Ok, það er til aðferð til að leysa það sem P og Q er einhver föll, en það krefjast yfirleitt þess að maður þekki eina lausnina. Við ætlum ekki að skoða það núna, en ef að P og Q eru fastar, akkur er það svo þægilegt? Nú, vegna þess að við kunnum svo vel að leysa að y tvídiffrað pluss b y diffrað pluss c y eftir 0 annars stigs diffurjöfnum með fastastöðlum sem við skoðum þegar í stærðfræði 1. Þetta eru 3 tilfelli og við getum leyst þau einfaldlega. Við erum að þekkja bara lausnina á því. Svo þetta er nákvæmlega á þessu hérna formi við deili gegn með fastanum a, þá er komið þetta form ef p og q eru bara fastar.
Þannig að þess þægileg, það auðvitað að finna alla lausnir á því og svo ætlum við að læra 2 aðferðir til að finna eina einhverja lausn á þessari hliðruðu jöfnu. Ok, reynum aðeins að tengja við það sem við höfum lært áður. Sjáum aðeins tenginguna við línulega algebru þegar við erum að gera þetta. Pröfum að skrifa niður. Segjum við sem A sem m sinum n fylki og B einhver m sinum 1 vektor og við þekkjum þetta. Svo fyrir við að leysa hérna jöfnuna ax jafnt og B. Nú það var lausnamengið var kjarnin af A eða núllrúmið af A pluss y. Ok, það sem að kera sem sagt mengið af öllum vírum x sem í enda sem uppfylla það að ax jafnt og 0. Munið við leystum alltaf fyrst ax jafnt og 0. Og svo y bara einhver ein lausn á jöfnunni. Sjáðu, alla lausnina á jafnt og 0 og svo einhver ein lausn á jafnt og b. Ok, við erum með, þú veist, þetta hérna línulega vörpun. Hérna getum skoðað þetta sem línulega vörpun. Nema í staðinn fyrir að vörpunin sé þetta fylki, þá vörpunin okkar núna í vektorrúminu sem samanstendur öllum tvídifferentlegum föllum og vörpunin frá y yfir í vinstri hliðina differentinu við skrifum. Í vektorrúminu sem samanstendur öllum tvídifferentlegum föllum, ekki vektorum, vörpunin núna frá yfir í f af y, þar sem f af y y tvídifferent pluss p sem y different pluss q sem y, en ekki fylkið a, vörpunin ekki fylkið a. Þannig að við leysum, við finnum núllrúmið, f af y jafnt og 0, og við finnum eina lausn á f af y jafnt og f af x. Og þá erum við búin að finna allar mögulegar lausnir. Ekki lífið dásamlegt?